Já, góða kvöldið og mér velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla að tala aðeins bíó. Hann hjá mér hérna, hann Óli Hjörtur Ólafsson, rekstrarstjóri Bíó Paradís. Komdu sæl, Óli. Hæ, Laufey. Hæ. Hæ, hvað segirðu? Bara fínt, en þú? Fínt, takk. Heyrðu, ég rak augun í gær í hérna að þeir eru með Bíó Partysýningu á morgun, sem föstudag. Með myndinni Friday. Passar. Já. Svo classic mynd og hérna, hún 30 ára í ár, svo mynd. Já, einmitt. Og þetta svona, hvað segir maður? Ég held bara satt að segja, þetta geggjum mynd, sko. Ég mætti því að sá hana í Laugarnesbíó þegar ég var 17 ára með vinum mínum. Ég held samt að við myndum koma í dag, það myndur ekki alveg vera svona, hún alveg mörkunum, sko, en hún ógeðslega fyndin. Og bara sjúklega skemmtileg og svona ógeðslega 90s og ef þú ert að fíla 90s hip-hop þá þetta algjörlega right up your alley, sko. Þú veist, ef þú ert Ice Cube fan, bara sjá hana. Já, einmitt, ég náttúrulega man eftir, ég ekki sérstakt Ice Cube fan en ég náttúrulega man eftir þessum tímabil. Já, ég meiri East Coast manniska, sko. Ok, ég svona flippamilli. Já, einmitt, já, ég enda líka, sko, en hérna, það annar mál. En ég man náttúrulega eftir þessari mynd og ég var einmitt, þegar ég sá þetta og var ég einmitt að hugsa bara, ég velti fyrir mig hversu vel hún hefur elst. Já. Það eru örugglega svona einhverju vafasami brandarar og svona, er það ekki? Það eru kannski smá svona vafasami brandarar, sko, en ég held hún samt, sko, þú veist, ef þú ferð inn með þessu hugafæri að, þú veist, þetta var á þessum tíma, fattar hvað ég meina, og bara svona, já, þetta bara fyndið og saklaust sem hún skilurðu. En eins og ég segja, ef við myndum koma út í dag þá væri það svona, ég veit ekki alveg með þetta, en hún samt, sko, ógeðslega fyndin og hérna, hún með góðan tilgang. Já. Og hérna og bara ógeðslega skemmtileg. Já, það eru náttúrulega klassíski frasar úr henni eins og Bye Felicia og svona. Já, Bye Felicia og hvað var ég, hvað sagði eftir Chris Tucker? Að hérna, and you want this man? Vá, ég man það ekki, það alveg dottu út við þurfum að koma, ég þarf að koma. Þú verður að gera það, sko. Og málið það líka, sko, að það smá auka happdrætti, ef við svo maður segja, á móti, þannig að þú veist, þú gætir unni mið á Farsætt, tónleikan í Gamla bíó. Já, sem eru hvenær? Sem 28. Maí í Gamla bíó. Við erum í samstarfi við LV Live Project sem að flytja inn. Benny BRF, What Up? Og já, við munum gefa miða heppnum bíógestum. Þannig að einast að þið gera bara að kaupa miða á Friday og þú gæti kannski unni miða á Farsætt. Farsætt líka, já. Farsætt kom fyrir nokkrum árum síðan. Ég frétta því, ég frétta því bara gauð. Já, ég nefnilega held að ég hef farið á þá tónleika. Ok, ég fór ekki. Já. Marst hvað langt síðan? Það eru einhver ár síðan, kannski svona 10-15 ár getur það verið, já. Við þurfum að kanna þetta betur. Við þurfum að kanna þetta betur. En ég mann eftir því, sko. Það getur verið 15 ár síðan, sko, tíminn flýgur. Já, segðu þið, minnst ekki að það var grátandi. Já, en við erum alltaf jafn gorgeous, sko. Já, betur fyrir það. Heyrðu, hérna, segðu mér aðeins frá þessum partysýningum. Já, við kallum partysýningum. Já, þau hafa verið í gangi í einhver ár, er það ekki? Þetta búið að vera í gangi allavega löngu en ég byrjaði 2022 og þetta búið að vera bara frá því ég man eftir meir 10 ár held ég og það gengið bara ógeðslega vel og alltaf fárulega góð stemning og þetta meira svona hugsað svona eins og Svörtu sunnudagar sem Hugleikur Dagsson sérum Kjartans, það meira svona kaltmyndir og meira svona ég vil ekki segja nýs, en meira bara svona fyrir svona bíó svona kvikmynda áhugum og það kannski meira svona kaltmyndir og meðan sko partysýningarnar eru meira svona myndir sem vekja mann nostalgíu en eru svona vinsalar við spilum Mamma Mia oft sem dæmi og Grís og með allt á hreinu og það bara alltaf uppselt og það alltaf ógeðslega góð stemning sem myndir á þessu og einu sýningarnar í bíónu sem er hlið og það er ógeðslega gaman að sjá þetta Back to the Future sýndum mánudaginn alltaf trillt sko að því sko þannig að og líka bara ógeðslega góður hljómgjafum og bara í bíó, það er alltaf að sjá þetta í bíó með fólki en það að vera heima hjá sér, þú veist, bara að stríma þetta, skilur, það er alltaf upplifun. Ég fæ alltaf svona, skilur, persónulega. Já, ég hef nefnilega séð þetta auglýst en ég hef aldrei einhvern veginn komið mér á staðinn, sko. Laufey? Já, er ekki komið tíma til. Já, það er komið tíma mína. Ég bara mæli með að allir mæta á morgun og Friday, sérstaklega 90s börnin. Já, 90s börnin, sko. Ég held að þetta verður alveg mjög mikið 90s börnum. Síðan er sko líka
Two Top er á, þá líka letið til DJ Fingerprint að spila smá undan myndinni. Já, hann verður smá sett. Já, fyrir myndina. Klukkan hvað er hún? Hún er klukkan 9 og hann byrjar eitthvað 8 litið. Ok, þannig að þetta er svona smá stemningskvöld. Já, stemningskvöld, sko. Já, einmitt. En nú þið eru með eitthvað fleira, þið eru náttúrulega alltaf með fullt af góðum myndum í Bíóparadís. Er eitthvað sem þú mælir með svona sérstaklega? Mér langar að mæla með sko, það er ein mynd sem er byrjað í dag sem er frönsk, sem heitir Misericordia, sem er æðisleg. Hún er ég er ekki búin að sjá alla, en hún er ótrúlega sérstök og ótrúlega spennandi og sjálfsögur erum við að sína myndinu Know the Land eftir viku sem er palestínsk heimildamynd sem vann Óskar núna. Og við erum með nokkra sýningar á henni og hún eins og gerir grein fyrir þá er hún rosalega erfið, en þetta er eina besta heimildamynd sem ég hafi minni séð, sko. Hvenær verður hún Hún byrjar 30. og ég held að Ísland Palestína með okkur í þeirri sýningu ekki sem hafa eftir mig. Ég er smá svona ruggla núna, merkir í rétt og greit í gangi og allt það. Ég held að sé þá, en síðan verða 2-3 sýningar eftir það í næstu viku. Þannig að kringu 30. mars og miðasalinn er byrjuð og þetta er ótrúlega góð mynd, sko. Já, við kannski bara fáum þig aftur til þess að koma eða ykkur til að koma og tala um Palestínu. Alltaf til að koma. Já, við kannski köllum ykkur til svona reglulega. Þetta var bara svona smá byrjun. Ekkert mál. En má ég spyrja einu? Já. Hver er svona uppáhalds hip-hop artist þinn? Ég sé að þú ert í D'Angelo-bólunum. Er það D'Angelo? D'Angelo er náttúrulega indie, sko. En veistu að við getum setið hérna í allan dag við ættum að fara að reyða það upp. En ég er náttúrulega var úlingur, ég var reyndar úlingur, ég er fædd 74, sko. Ok. Og þannig að svona 90s er svona mitt era. Ég var náttúrulega plötusnúður í bjó í London lengi. Ok. Þannig að þannig að það er bara svona, en ég er svona austurstrandar hip-hop. Já, East Coast, já. Okay, svo hef ég skrifaði ritgerðum konur í hip-hopi. Ok. Þannig að það er svona mitt svona áhugamál. Ok. En nú er þetta búið að snúast í viðtal við mig. Já, ég ákveða bara að snúa. En takk fyrir það. En ég man eftir Friday, ég sá hann á sínum tíma líka, sko. Það var bara endilega kíkið, bara þetta var óslega gaman. Já, og ég get líka laumað að þér kannski einhverjum óska Já, þú mátt alveg kvísla ég á mig. Já, við sjá hvað við getum gert með það. Já, einmitt. Mæli sérstaklega með Wild Style og Belly. Já, Belly. Já, hún var geggjuð. Belly, já, byrjunatriði, það var geggjað, já. Þetta er bara eiginlega eitt stórt tónlistvídeó. Já, ég veit það. Wild Style hef ég því mér aldrei séð, en ég er alltaf búin að sjá hann í ótrúlega langan tíma. Já, við tekum á henni, Óli, er það ekki? Geggjað, jú, absolutt. Heyrðu, Óli Hjörtur Ólafsson, rekstrarstjóri Bíóparadís. Þakka þér innilega fyrir komuna. Takk sem við. Og bara verðum í sambandi. Takk fyrir löfi, takk alveg. Og við biðum ykkur að hingra aðeins því að það er meira handan við hlé. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.